Tekið fyrir 4. dagskrármálið, fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra frá Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur, viðurkenning erlendra ökuréttinda, 300. mál á þingskjali 412. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti. Umferðarslysum hefur fjölgað gríðarlega eðlilega í takt við aukna umferð, ekki síst hjá erlendum ferðamönnum. Árið 2014 var það svo að það voru 123 erlendir ferðamenn sem slösuðust og þar af 21 alvarlega. Árið síðar voru þeir orðnir 213, 26 sem slösuðust alvarlega og þá létust 5. Og á síðasta ári voru þeir 223 og þar af 47 sem slösuðust alvarlega og 2 létust. Hlutfallslega var það svo að Kínverjar voru þeir sem voru flestir sem slösuðust í umferðinni í fyrra. Þar á eftir komu Ítalir og svo Frakkar. En hver skýringin? Það hefur verið mikið rætt það að Asíubúar þurfi ekki að gangast undir eins stíf námskeið og kennslu eins og þekkist hér á landi og jafnvel talað að sumir hafi aldrei setið undir stýri eða próf sé tekið í ökuhermi þar sem ekki gert ráð fyrir aðstæðum eins og hér geta skapast, meðal annars hálku nú eða keyra á mjóum malarvegum. En þar hafa einmitt flest umferðarslysin átt sér stað, þar að segja á þessum malarvegum, og svo hefur verið töluvert bílveltur meðal annars í hálku. Það einnig svo að bílbeltanotkun virðist vera ábótavant, sérstaklega í aftursætum, en víða er það ekki bundið í lög. Vissulega má segja að margur erlendur ferðamaðurinn sé vanari akstri í stórborgum eða nýtir almenningssamgöngur dagsdaglega og þess vegna kannski sú víðátta sem hér blasir við og við sjáum það einmitt þeim ókunnu og við sjáum það meðal annars í formi þess að bílar eru stopp á miðjum þjóðvegi. Við erum að sjá ferðamenn að skoða hesta eða kindur eða norðurljós og er ekki beint að hugsa umferðina sem á móti eða eftir kemur. Forvarnir eru mikilvægar og það er auðvitað gott dæmi það samstarfi milli kínverska sendiráðsins og Samgöngustofu þar sem ýmislegt hefur verið þýtt yfir á kínversku, bæði akstursleiðbeiningar, vegskilti og fleira. Nú veit ég til þess að krafist er að ökuskírteini frá Kína séu með latnesku letri eða þýdd af löggiltum skjalaþýðanda. Svo er það líka að fræðsluefni Samgöngustofu er afhent leið og þeir fá áritun í vegabréfið. Það er sýnt kennslumyndband í afþreyingarkerfi Icelandair en það þyrfti svo sannarlega að gera í fleiri flugvélum sem hingað fljúga, ekki bara hjá Icelandair. Bílaleigurnar hafa líka stóraukið fræðslu til ökumanna með því að setja meðal annars lími á stýri með upplýsingum. Enda full þörf á það sem við höfum heyrt af slysum sem hefði átt að vera hægt að koma í veg fyrir með ýmsum aðgerðum. Alvarlegasta dæmi sem ég hef heyrt er að starfsmanni sem bílaleigu á Keflavíkurflugvelli sem var í rúman klukkutíma að kenna viðkomandi ökumenn á bílinn en sá gat hreinlega ekki skipt gír eða hafði ekki kunnáttu til að setja í bakkgír. Skömmu seinna velti þessi einstaklingur bílnum á Reykjanesbrautinni. Sem betur fer er þetta ekki algengt en þetta virðist vera of margir erlendir ökumenn sem kemur ýmislegt svona fyrir og þeir sem eru að aðstoða þá hafa svona sögur að segja þó ekki jafn alvarlegar kannski og þessi. En virðulegi forseti, ég segi að tími minn er búinn, spurningarnar liggja fyrir ráðherra og ég vona hann geti svarað þeim og ég klára svo það sem upp á vantar hér á eftir. Til máls tekur hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Jón Gunnarsson og svarar fyrir spurninni. Virðulegur forseti, hv. þingmaður hreyfir hér við máli sem einmitt þó nokkuð til umræðu og er ástæða til að líta til. En svona svörin ef ég fer í gegnum þær spurningar sem lagðar voru fyrir, já, erlendir ferðamenn mega aka hér þeim ökutækjum sem gild þjóðskírteini þeirra heimila. Á grundvelli skírteina sem gefin út í ríki utan EES-svæðisins má þó ekki aka ökutækjum í atvinnuskyni hér á landi. Gerð krafa að skírteini sé með latneskum bókstöfum eins og kom fram hjá hv. þingmanni. Sé það ekki raunin þarf skírteini að fylgja þýðing þess á íslensku, dönsku, norsku, sænsku eða ensku. Viðkomandi þarf síðan uppfylla aldursákvæði þau hér gilda. Þær reglur sem gilda í slíkum tilfellum þegar ökuréttindi eru veitt af öðru ríki en á EES-svæðinu vísa ég til mitt fyrra svars hérna. Á Íslandi gilda síðan svipaðar reglur ökuskírteini sem gefið út í ríki sem ekki aðili að Evrópa-efnahagssvæðinu. Slíkt skírteini veitir handhafanum rétt til að stjórna sömu ökutækjum hér á landi og það heimilar að stjórna í útgáfulandinu. Skírteini gildir í allt að 1 mánuð eftir að skilyrðum fasta búsetu er fullnægt. Það sama á við fólk sem hingað kemur sem ferðamenn og dvelur í skemmri tíma. Hvort sambærilegar reglur eru í gildi íslensku skírteini í öðrum ríkjum fer eftir því hvaða reglur viðkomandi ríki hefur sett sér.
Ökutækjaleigur annars úteigu skráningarskyldra ökutækja. Þeim er heimilt að leigja ökutæki öðrum en þeim sem hafa réttindi til að stjórna ökutækinu sem að leigja á. Þeim er þó heimilt að gera leigusamning við aðila sem ekki hefur tilskilin ökuréttindi en hann þarf þá að tilnefna ökumann skriflega sem má aka ökutækinu. Sá ökumaður þarf þá að uppfylla framangreind skilyrði. Reglur um viðurkenningu erlendra ökuréttinda til aksturs hér á landi eru í samræmi við gildandi reglur af hinum Norðurlöndunum. Skoða mætti hvort gera ætti kröfu um framvísun alþjóðlegs ökuskírteinis ásamt þjóðarskírteini þegar skírteini er gefið út af ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins. Alþjóðlegt ökuskírteini er fyrst og fremst stöðluð þýðing á þjóðarskírteini. Erlendis hefur verið mikið af fölsuðum alþjóðlegum ökuskírteinum í umferð og því má efast að slík krafa auki eitthvað á öryggi. Það er alveg hárrétt sem hv. þingmaður kom hér inn á. Það er vaxandi hætta með þessari þungu umferð í okkar samgöngukerfi og einmitt þessi dæmi útlendinga sem eru að stoppa bara í vegkanti og fara að skoða hesta eða annað í náttúrunni sem vekur athygli þeirra. Vegna þess sparnaðar sem var gripið til hér eftir hrun þá hefur auðvitað þjóðvegakerfið okkar, það ber keim af því og við getum tekið sem dæmi bara vegmerkingar sem hefur verið ákaflega ábótavant á undanförnum árum. Við tökum eftir því þegar við ökum þjóðvegi landsins að þar eru víða strikaðar brotnar línur í vegkantana, þar sem ætti að vera heil lína. Þetta var gert í sparnaðarskyni. Þetta segir útlendingum sem eru á ferðinni að það sé óhætt að stoppa þar. Og svo komum við og segjum og bölsum út í þau, en þau telja sig vera að fara reglum, þessi ferðamenn sem eru að heimsækja okkur. Við jukum framlög til vegagerðarinnar í viðhaldsþáttinn á þessu ári úr 5,8 milljörðum á síðasta ári í 8,1 milljarð. Þessu mun sjá víða í sumar í verkum í umferðarmerkingu sem eru mjög stórt öryggisatriði í okkar umferð. En það er alveg ljóst að við þurfum að leggja áherslu á umferðaröryggi og við sjáum að þar sem við höfum stigið stór skref, eins og til dæmis bara í tvöföldun Reykjanesbrautarinnar á kafla, að þar hefur dregið umtalsvert úr öllum umferðarslysum. Þessi kafli var til að mynda algengastur í vegakerfinu okkar þar sem það var algengast að þar yrðu banaslys. Þar hefur ekki orðið banaslys frá því að sá vegur var tvöfaldaður. Þetta segir okkur einfaldlega það að með alvöru uppbyggingu í samgöngukerfi okkar, í vegakerfi okkar, að þá er hægt að takast á við þetta krefjandi verkefni af mikilli alvöru. Það er sennilega fátt sem er þjóðhagslega eins hagkvæmt eins og að draga úr slysum í umferðinni og bæta samgöngur. Það er einmitt á þessum forsendum sem við höfum látið í gang þessa vinnu sem hefur verið nokkuð umtöluð og jafnframt umdeild það að hefja hér átak á grundvelli einhvers konar gjaldtöku. Þar sem ekki síst yrði horft til þess mikla ferðamannastraums sem þjóðvegakerfi fer orðið að taka þátt í því með okkur að byggja upp þjóðvegakerfið, gera alvöru átak í þágu okkar allra og taka þannig vonandi mjög góðan skerf af þeim mikla kostnaði sem augljóslega af slíku framkvæmdum fylgir. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að muna það að við erum 340.000 manna þjóð sem býr í 103.000 ferkílómetra landi og það er dýrt að byggja upp innviði í slíkt. Við höfum náð ótrúlegum árangri og við getum borið okkur saman við Dani sem eru tæpar 6 milljónir og þeir eru að byggja upp innviðakerfi hjá sér sem í landi sem álíka stórt og Suðurkjördæmi hér. Til máls tekur á nýjan leik hv. fyrirspyrjandi 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svörin. Ég geti nú talað við hann samgöngumál í nokkuð marga daga líklega og vegakerfið okkar og allt það. En ég ætla nú að reyna kannski aðeins svona að halda mig við þetta sem ég var hér að velta fyrir mig, það er að segja þessi ökuréttindi. Af því að þetta getur haft auðvitað margar afleiður og það að það eigi ekki að gera auknar kröfur eða finna einhvern veginn leiðir til þess að ganga úr skuggum það eins og hv. þingmaður hér nefndi með til dæmis fölsun á alþjóðlegum skírteinum. Ég meina við þekkjum það að menn kaupa sér prófgráður, ekki bara í háskólum. Það er akkúrat, og ég hef upplýsingar dæmi þar sem að maður búsettur í Danmörku keypti sér bara ökuskírteini fyrir $200
það var ekki flóknara en það, og engin ástæða þótti honum til þess að taka ökupróf. Það eru auðvitað viðhorf sem einhverjir hafa og aðrir ekki, en þetta samt sem áður í ljósi þess, einmitt kannski hvernig ástand hjá okkur, varasamt að geta ekki kanna það með óyggjandi hætti hvernig og hvort að skírteini séu í raunverulega í gildi. Svo þetta auðvitað menningarmunur. Ég ætla ekkert að horfa fram hjá því. Ég ekkert viss það að ég yrði mjög flink í umferðinni í Kína. En það breytir því ekki að við þurfum að bregðast við með einhverjum hætti. Varðandi einmitt veglínurnar, ég tek undir það, þær þarf að heilmála mjög víða þannig að það samsvari svona alþjóðlegum stöðlum, og ég ætla nú Vegagerðinni ekki að hafa haft það þannig í sparsemi að maður hafi ekki látið mála þar sem að öryggi var verulega ábótavant eða ástæða þótti til og hefur þótt til að gera það sérstaklega. Það sem aftur hérna og við þurfum að velta fyrir okkur að okkar skírteini gilda til dæmis ekki í Kína. Það auðvitað svolítið áhugavert að velta því fyrir sér. Svo þurfum við líka að huga því, það svona afleiðing af þessum auknu slysum, að því hefur verið kastað fram að vegna þess að þá séu líkur á því að iðgjöld lögbundinna bílatrygginga hækki hjá hinum almenna Íslendingi, og við sem neytendur þurfum auðvitað að vera á varðbergi hvað það snertir. Og þá svarar öðru sinni hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, já, það í mörg horn að líta þegar kemur að því að ræða slysin almennt, og ég fór svolítið yfir það hér áðan að þetta snertir í raun miklu fleira heldur en kannski þessi mögulegu ökuskírteini. Það vandamál sem við þekkjum, og ég hef heyrt þessar sögur sem hv. þingmaður vísar hér til, en við höfum ekkert fengið staðfest í þeim efnum, þannig að þrátt fyrir að það hafi verið leitað til bílaleiga þá heyrum við ýmsar sögur, en það kannski ekkert sérstaklega staðfest þar. Það áhugavert að horfa til þess að ef við horfum til banaslysa hér á síðasta ári þá voru þau 18. Þar voru 14 íslenskir, 2 ferðamenn og 2 innflytjendur. Það nefnilega áhyggjuefni hvað mikið af slysum sem eru bara þátttaka okkar Íslendinga í. Og þegar við horfum á það hvernig við viljum draga á slysum, þá það til dæmis að þeim hefur fjölgað gríðarlega vegna ölvunar og fíkniefna. Og þannig að málið ekki einangrað við þetta. Málið miklu stærra. Það snýr að umferðaröryggi í samgöngukerfinu okkar, bættum merkingum, til dæmis við einbreiðar brýr og slíkt, til dæmis við vegkanta. Þetta var gert í sparnaðarskyni á sínum tíma, það sem ég rakti hér áðan. Við erum búin að auka verulega framlögin, og ég vænti þess að þess muni sjá stað all land í sumar. Það slösuðust 215 alvarlega í umferðinni, þar af 151 Íslendingur og 47 erlendir ferðamenn. Það allt of hátt hlutfall, þetta allt of mikið. Og við þurfum þess að horfa til allra þessara þátta. Ég held að það sé sjálfsagt að skoða sérstaklega þetta mál sem hv. þingmaður að spyrja hér og að ræða. En ég bara að reyna að vekja athygli á því að það eitt og sér mun væntanlega ekki skila okkur þeim ávinningi sem við viljum sjá, að það verði svona alvöru fækkun í slysum í umferð á Íslandi. Þar þurfa þessi þættir sem ég var að koma til, aukin fræðsla og miklu betri samgöngumannvirki, átak á þeim vettvangi. Ég held að það muni geta leitt okkur fram veginn mjög sterkt í þessum efnum.